Reddi. Þú segir eitthvað sigur í bara gríðarlega mikilvægan leik, hvernig bara líður eftir leik? Bara gaman að vinna. Já, það er alltaf gaman að vinna fótboltaleiki og það var svona skildi sigur. Við vissum að þetta væri leikur sem við þurftum að vinna til þess að vera í sem bestu stöðu upp á að komast inn á HM sem er draumur í okkur. Þannig að bara, já, gríðarlega sátt með sigurinn. Söguleg leikur fyrir þig, jafnar leikjametið, bara hvernig er sú tilfinning? Mjög góð. Bara, já, virkilega gaman að vera komin upp í hlið Söru sem er náttúrulega bara góðsögn í íslenskum fótbolta og átti frábæran feril og ég lærði mikið af henni, fékk að spila með henni í mörg ár og bara virkilega gaman að vera komin upp við hlið hennar. Ertu farin að horfa í 200 landsliðum? Ég veit það nú ekki alveg. Nei, maður verður að sjá hvernig þróast en það er alltaf, það skiptir ekki máli hvort sé fyrsti landsleikur eða 145, það er alltaf jafn mikil heiður að fara í treyjuna og spila fyrir Íslands hönd. Þegar þú lappar hérna á völlinn í dag, leiðir eins og þetta væri hérna pínu sérstaklegur leikur út af þessum? Nei, kannski ekkert endilega. Ég hugsa að það verði kannski aðeins svona starra næsti leikur þar sem ég get slegið metið. Ég held að það verði svona aðeins kannski sérstakara og já, kannski svona aðeins starra í huganum. Bara leikurinn í kvöld 1-0 gefur kannski ekki alveg rétt að mynda leiknum eða hvað? Þetta hefði getað verið starra? Já, sammála því. Við hefðum getað skorað fleiri mörk. Mér fannst við vera með alveg fína stjórn á leiknum, meiri hluta leiks, áttum fullt af færum. Kannski ekki alveg svona opin færi en samt sem áður fullt af góðum stöðum sem að ég held að það sé svona kannski það helst sem við munum horfa í eftir þennan leik að bæta okkur á þeim stöðum þegar við erum að komast inn í teginn og í kringum teginn, hvernig við getum búið til mörkin okkar betur og kannski svona hreinni færi en samt sem áður bara gríðarlega ánægð með hvernig við sérstaklega komum inn í seinni hálfleikinn af miklum krafti og okkur fannst pínu svona deyfð yfir okkur í fyrri hálfleik og kannski ekki svona eins og við vorum hræddara við að tapa leiknum heldur en við vorum, já, viljur til að vinna hann, ég veit ekki hvernig maður orða þetta, en að við svona tölum aðeins það hálfleik og rifum okkur aðeins í gangi í seinni. Hvernig fannst þér að spila á vellinum í rigningunni? Það hafa áhrif? Nei, þú veist, það er ekki mikið gras á honum. Það er búið að, ég veit ekki, mála hann eða eitthvað svona aðeins svona lúkki, aðeins grænn, en þetta er mikið bara drulla. En nei, ég finnst það engin afsökun sko, það var bara fínt að spila á honum, hún náttúrulega rigning og gott að það var fínt að senda á milli, en maður sá svona kannski touch hér og þar og sendingar hér og þar sem við vorum að klikka á og maður vil ekki kenna vellinum það, ég held að Marta hafi líka bara verið, við vorum kannski aðeins of eitthvað upptjúnaðar af því að svona, já, kannski aðeins of margar feilsendingar stundum. Og hvernig fannst þér svona, Telma að byrja sér fyrsta landsleik, hvernig fannst þér hún komast inn í lið eftir nýja leikmenn? Bara gríðarlega vel, hann er náttúrulega svona þessi típiski kantmaður, bara frábær einn og einn og vill vera með boltann og hún er bara ótrúlega skemmtileg týpa og virkilega gaman að fá hann inn í hópinn og hún á mjög bjarta framtíð fyrir sér í landsliðinu og það verður gaman að sjá hvað hún gerir. Ætlum það ekki geta metað mér eftir nokkur ár. Þannig að svona í lokin, mætingin á völlinn, hefur mátt fleiri mæta á leik? Já, þetta megi alltaf mæta fleiri, við erum alltaf glaðir ef að fleiri mæta en bara ég er ánægð að fólk kom í kvöld og það heyrðist vel í þeim sem voru á staðnum og bara virkilega ánægð með það og ég vona bara að koma ennþá fleiri á laugardaginn og við getum gert það bara virkilega góðum stemningsleik. Takk.